Já, góða kvöldið á mánudagskvöldi. Ég held að sé 8. nóvember og velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að bara tala daginn á veginn eins og settir og ekkert merkilegt með það nema það að það er svona í yngra kantinum gestirnir. Hérna í stúdíu hjá mér er Ísabella Lena Borgarsdóttir og svo einhvers staðar út í bæ er Alexander Hrafnar Benediktsson og svo einhvers staðar á Suðurlandi er Ástþór Jón Ragnheiðarsson. Hérna, þú býrð á Hellu en vinnur í Vík, eða hvernig var þetta aftur? Ástþór? Ég er fæddur og uppalinn í Vík í Mýrdal en búinn að búa og vinna á Hellu núna í að vera 2 ár. Já. Herðu, ég var svona að hugsa það hvað við ættum að tala og að því að núna er hérna eitt einkenni okkar tíma er COVID og það er ennþá verið að herða ekki mikið og lítið segja sóttvarnayfirvöld og þá kemur oft svona. Ég segi þetta með dóttur mína sem er nú yngri þið, hún er bara 14 ára. Ég spyr hvort hún sé svona COVID-kynsluðinni sem misti af æskunni út af COVID. Hún frestaðist fermingin hjá henni 1 ár og svo 1,5 ár og svo var eiginlega engin ferming, sko. Það var bara rétt, hún skaust inn í eitthvað sal og femdi sig og fór svo á hljómsveitaræfingu. Það ekki fá einhver gjafir? Jó, hún fékk gjafir, allavega frá okkur. Einu ástæðan fyrir að íslenskir krakkar fermast, það er svona. Ég veit það ekki. Femdist þú? Já. Út af gjöfum? Út af ömmu minni, ég get eiginlega fyrir ömmu minni. En mér fannst það líka bara, þetta er bara svona góð athöfn, maður útskrifast sem einhvern veginn unglingur eftir fermingu. Femdistu borgarlega eða? Fríkirkjunni, af því ég var skýrð þar, þannig að mér finnst það bara falleg kirkja. Og varstu ekki trúið með að þau varstu að fermast? Nei, ekki beint trúið, en ég trúi samt. Ég trúi á eitthvað aðra sem má alveg vera Guð ef fólk vil. Ég held að allir trúi á það sama en við bara viljum ekki alveg tala að við trúum það sama. Allir vilja sitja í einhvern öðruvísi búning. Ég gerðist mjög trúið þegar ég fendist og ég hef alltaf haft gaman að kristni. Eða þú veist, það er bara svo stór hluti af svona bara því sem hefur verið hugsað svona stöðu mannsins í heiminum er innan sko kristninnar og guðfræðinnar, þannig að mér finnst farlegt að vera að ýta því eitthvað til hliðar því að þá væri maður bara að ýta í burtu svo stórum hluta. En börnin mín eru mjög ótrúð. Sonur minn, hann fendist ekki, hann er nú orðinn 36 ára í dag. En dóttir mín, hún er aldrei þolað neitt sem tengdist kirkju. En hún vildi fermast í kirkju svona? Nei, hún fermist borgarlega? Hún aldrei átt rosalega erfitt með þetta, sem man kannski má ekki vera að tala svona um þetta, en hún var fyrstu vikur og mánuði lífsins í svona nunnuklustri, með ættlit frá Tógó, og bara alveg frá því var bara pínlítil, það voru bara á móti öllu sem að minnir á kristni og kirkjur. Hún var í Landakotsskóla í smá tíma og hætti þar af því að hún var neydd til þess að fara út í kirkju og allt þess, en svo vildi hún fermast. Og þá vildi hún fermast borgarlega og ég var að spyrja, af hverju vildi hún fermast? Og svo ég bara, ef ég spurði ertu fermd, þá vil ég ekki segja nei. Það fannst henni að vera of svona. Já, ég tengi við það. Tengir við það? Já. Það er bara vesen að vera of mikið öðruvísi. Það er nógu mikið öðruvísi. Það er bara fylgja vera eins og hinir. Herru strákar, ég veit ekki hvort þið viljið tala um þetta eða hvort fermingar, við erum komið svona djúpt niður. Hvað segir þú, Alli? Já, þú veist, ég hef ekkert mikið að segja, sko. Ég var fermdur borgarlega, ég er ekkert sérstaklega, ég trúi ekkert á neitt sérstakt, bara, já, lífið á tilveruna, raunveru. En Ástþór, þú ert náttúrulega fermdur, er það ekki? Jú, ég er fermdur og... Þú ert í Biblíubeltinu á Suðurlandi? Það passar, söng í kirkjukór Mýrdallinga hérna á sínum tíma, en ég greip þarna punktinn hjá ykkur, sko, erfitt að vera öðruvísið þannig og ég held að það megi svolítið yfirfæra þetta yfir á nokkuð marga kima samfélagsins. Það er alltaf erfitt að synda á móti straumnum, sko, hvort sem að það er að vera ekki fermdur og það einhvern veginn verður alltaf umræðuefni eða hafa aðra en svona meginstraums skoðanir. Það er svona það sem greip mig í þessu umræðu. Eins og að vera sósíalisti kannski? Já, akkurat. Það er flókið. Herðu, en nú ætla ég að reyna að tengja saman annað sem mér langaði til að tala um, því mér langaði ekki til að tala um fermingar. En þegar ég var að fermast, þá reyndi ég að taka þetta alvarlega og ég las Biblíuna og það var alltaf þannig að maður fóð með ritningagrein. Já, maður gerir það alveg.
Kynum maður þetta? Já. Og ég held að bræður mínir hefur verið með sömu viðtekagrein eitthvað, lampi fóta minna og ljós eitthvað svona að Jesú eigi að vera að lesa. En ég valdi þannig á sálmónum, þetta hví stendurðu hjá drottinn og byrgir augu þín á neyðartímum. Það var það sem ég valdi. Og ástæðan fyrir ég ætla að tekja þetta saman að fyrir þáttinn var ég og Isabella að ræða aðeins Gretu Thunberg og svona hennar hlutverk. Það sem hún byrjar eiginlega sem barnið sem að segir heiminum til. Og það kannski að þú nú yngstur alveg upplifir það að Greta Thunberg sé mikil fyrirmynd fyrir þína kynslóð, þú ert yngri en hún. Já, ég þekki Gretu Thunberg ekkert rosalega mikið. Ég ekkert ógeðslega mikið í náttúrumálum þegar kemur að stjórnmálafræði og pólitík og allt þannig. En ég get alveg sagt að hún svona dálítið, hvað segir maður, svona inspiration fyrir mikið yngri fólki. Já. En hvernig þá? Ég meina, það er til svona popparar og svona sem að rífa stólpa kjaft. Já. Er hún eitthvað öðruvísi en það eða er hún bara svona önnur útgáfa af slíkri fyrirmynd? Ég held að meira bara þú veist, fólkið sem að hlustar á það. Þú veist, fólk sem virkilega gera heiminn betri geta alveg haft Gretu Thunberg sem svona innblástur. En já, ég hef ekkert mikið meira að segja hana. Ég ætla samt að spyrja þig, Ali, ef maður bara sleppir í hvað hún segir, að þá hún með svona attitút. Hún svona punkar í þessu öllu saman. Ég meina, hún byrjaði, var nú ekki bara 14 ára eitthvað viss, en mikið af 14 ára fólki vill þegar svona pappakynslóðin að blaðra eitthvað og segjast að gera eitthvað, það geta sagt bara bla, bla, bla og ef ekki segir það með sænsku framburði þá það svona alveg punk í þessu. Ég meina, hún líka fyrirmynd þannig, hún lætur ekki, hún bara kvikar ekki og hún bara segir fullorðna heiminum til syndana og byrst ekki afsökunar því. Já, ég skil það alveg. Ég get alveg trúið að það svona stór partur af svona hreyfinguna hennar að fólk aðlagast henni út af attitúdunum hennar og já, svoleiðis. Hvað segir þú, Áslaug, er þetta fyrirmynd? Þetta nú svona fyrir mitt leyti, já, hún alveg klárlega fyrirmynd þrátt fyrir að ég sé nú 5 árum eldri heldur en Greta Thunberg, en varandi bara fyrirmyndir almennt þá svona vill oft verða að þetta snýst oft á tíðum með fyrirmyndinar ekkert endilega það hefur hún afrekað eitthvað, hún afrekað eitthvað mikið eða gert eitthvað með þetta snýst akkurat attitútið, hvernig hún kemur hlutunum frá þér og hvernig hún nærð til fólks og hún vakti gríðarlega athygli og náði til fólks. Það kannski það sem að gera hana svona hvað mestri fyrirmynd. Það fullt af fólki sem hefur afrekað alveg heilan helling en við horfum ekkert endilega sem fyrirmyndir út af því að við höfum ekki, eða þetta fólk hefur ekki endilega náð að koma á framfæri eða ná til fólks. Það kannski vantar líka, þú veist, fyrirmynd fyrir börn og það er ástæðan fyrir að hún kannski var tekin svona fljótt upp og gerð svona mikið úr því hvað hún er að segja og hvað hún gerir. Það er því að núna erum við búin að vera með loftslagsfræðslu síðustu, þú veist, við erum búin að vita þetta síðan 1970, en þá kannski byrja að gera eitthvað mál úr þessu í kringum aldamótin eða eitthvað, kringum 2000 og allan að síðan ég var í grunnskóla sem var fyrir, þú veist, 7 árum eða eitthvað, að fá að vera að hamra á þessu að flokka, að kaupa ekki of mikið af plasti eða annað og ég meina, ég tók þetta með til mín og ég til mig alveg vera frekar svona umhverfisvæna allan með umhverfismeðvitund en svo lít ég kringum mig og á jafnaldra mína og mér finnst bara eins og fólki kringum mér sé bara alveg sama þetta. Það er ekki fólk er ekki að gera nú, fólk er ekki að keyra minna, það flokka ekki allir, það er ekki allir, þú veist,
öllum sama þó við séum að fara 3 sinnum til útlanda á árið eitthvað, kannski náttúrulega minna núna út af COVID, en þannig ég held að hún sé svolítið svona sterk og svona góð. En hún gerir ekki kröfu á þig að þú flokkir. Hún gerir kröfu á stjórnvöld að þig breytir til eitthvað aðgerða. Ég man aldrei eftir að algjörlega. Hún aldrei skamma að velja fólk. Hún samt, þú veist, hún fyrirmynd fyrir börn og fyrir yngri kynslóðina sem mun þá alast upp til þess að fordóma að þú veist, benda stjórnmálum eða stjórnmálafólki á þetta sem þarf að breyta, en líka að hugsa þá sína eigin, þú veist, notkun, og hún svona óbeint bendir á einstaklingi með því að hún segir, já, ég tek bát á milli, þú veist, ég flýg aldrei þegar hún að fara á fundi og ráðstefnur. Hún gerði það nú samt einhvern veginn svona ef að þess aldrei. En þannig hún svona óbeint að í því að maður eigi auðvitað að hugsa sína eigin, hvað maður sjálfur útblásturinn sem maður sjálfur að veita eða búið til. Kannski hún bara klók líka að ef hún flýgur þá veit það að það heyrist ekki neitt sem hún segir, heldur bara allir að tala að þú flögst. Já. Þannig að það getur líka verið bara, hún klók. Ég væri samt til í að, þú veist, ef Norræna kannski færi frá Reykjavík, myndi ekki fleiri taka Norrænu til kannski. Það er frábært að sigla, sko. Já, það bara tekur, 4 daga. Það er ömurlegt að fara svona upp í loftið og svo aftur niður. Mér finnst það aðeins. Finnst það? Já, það er alltaf kill í maðan. Herðu, en hvað segir þið? Er það ekki þannig að það sem að Greta gerir, að hún ávarpar alltaf stjórnvöld, hún ávarpar alltaf valdafólkið. Hún ekki að, þegar þið sjáu þannig þá finnst ykkur ekki eins og hún sé að skamma ykkur fyrir að hafa látið vatni renna með tannburstuð ykkur. Ég held þetta snúist bara það að þeir taka þetta til sín sem að eiga að taka það til sín. Og það ég hef aldrei upplifað ykkur svona, hvað maður að segja, ég hennar tali ykkur á skömm bara þú þarft að gera betur í þessu, en ég held að þetta ávarp, þetta sé alveg rétt, hún ávarp á stjórnvöld og hefur alltaf gert það. En ég held kannski að hugsun í þessu sé líka með því að básuna þetta svona vítt út, sérstaklega með yngri kynsluna, við, og jafnvel ennþá yngri við, munu óhjákvæmilega vera þau sem eru í valdastöðum eftir einhver ár, þannig bara þannig virkar framþróunin. Og það kannski get ég ímyndað mér að sé einhver von þar einar með því að yngra fólki taki undir með henni, þá þegar það er komið að því að þá sé þetta meira á bak við eyrað á stjórnvöldum heldur en það í dag kannski. En kunni að leysa eina þraut sem það að Greta segir sjálf, hún segir ekki neitt nema sem að vísindamenn hafi sagt 1000 sinnum áður. En þegar hún segir það þá hlustar fólk og auðvitað gerir hún það eins og við erum bent á hér, svona svolítið punk í henni og hún gerir þetta með öðrum hætti og það er engin vísindamaður sem að segja bla 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 sem kemst upp með það. Þannig að það virka hjákallur, en það bara virka mjög vel hjá henni. En þetta ekki líka þannig að svona í fullorðinsheiminum að sá sem að kemur með svona sterkar siðferðislegar kröfur að það er ekki hlustað á ykkur nema þið séu hrein. Þið kannast við það í hvert skipti sem einhver leggur eitthvað til að það var sagt já en þú, ert þú eitthvað betri eða hver til þú þið verið að geta verið að segja okkur innan til. Oft satt við sósíalista og ég vil ekki bara gefa peningana þína eða eitthvað bara svona fárlegt að það er engin nógu góður til þess að geta haldið fram góðum hugsunum. Getur verið að þetta að Greta sig að ganga inn í svona þetta hlutverk í menningun okkar. Að við hlustum ekki á 50 vísindamann eða 40 eða whatever vegna þess að við erum svo vönn í að við trúum ekki lengur kannski neinum að því að linnulausa fréttir af því að allir eru raunverulega óhreinir, það er verið að draga niður gömlu hetjurnar, allir reyndust vera einhverjir bölvaðir skúrkar og ómenni og allt annað. Þannig að raunverulega eina manneskja sem að getur sagt sannleikann er bara barnið í sögunni af 9 fötum keisarans. Það er eini sem hefur hreinleikann til þess að sjá í gegnum blekkinguna. Skilur það að Greta sig hetja er merkjum að menningin okkar er orðin rosalega myrk og mikla vantrú á manneskjum. Hvað er þetta? Sálfræðinni. Já, ég meina, mér finnst það bara alveg mega sens að hún sé sett í þessa stöðu að, þú veist, já, hún hefur þennan hreinleika að hún líka hvernig hún hagar sér eins og ég var að segja með að hún tekur bátinn og ekki flugið og eitthvað svona, að það vera að mála hana upp sem eitthvað svona einstakling sem er mjög meðvitaður gjörðir sínar og
heilaga manneskju bara. Já, og en þú veist, það ekki það sem við þurfum? Ég veit ekki, þetta svona, þegar við byrjum að tala kristni og svona, þá þetta í kristninni eða svolítið vandinn það hvernig getum við lifað sem briskar manneskjur og fallna manneskjur. Við erum fallna manneskjur, þannig að við erum ekki helgar og heilagar. Kristnin snýst svolítið það hvernig get ég lifað með guðlega neista inn í mér, en samt sem brisk manneskja. En stundum finnst manni svona í samtímanum núna að við sem að tapa þessum eiginleika og þess vegna getur bara Greta Thunberg satt. En núna erum við líklega orðin á gömul, hún er 17-18 ára. Þá finnum við bara nýtt barn. Já, þá bara verður að finna nýtt barn. En við höfum ekki lengur trúna á því að sko brisklega manneskjur geti rata satt orða á nú. Sko. Nei, en það ekki kannski líka því að fullari fólk, þeim alveg sama þessi loftslagsmál, eins og ég var að segja við hann. Þau eru bara frá að deyja þegar þetta verður raunverulegt vandamál. Þannig að verða dauð þegar þetta verður að raunverulegu vandamáli og þegar sjávarmálið komið búið að hækka kannski eitthvað 1 meter og 1 milljarður manns þarf að mægreita frá þú veist, sínu heimalandi. Já, þetta er svona já. Þessu hagsmunir að gamalt fólk hafi ekki eða eldra fólk hafi ekki hagsmuni af umhverfismálum. Nei, þau hafa það ekki. Nei. En þess vegna er alltaf verið að reyna að fá þau til að hugsa börnin og komandi kynslóðir og þess vegna er Greta Thunberg þess vegna er hún andlit núna þessara hreyfingar eða allavega hreyfingar barnanna og það er til að vekja okkur eða vekja ykkur þú ert náttúrulega líka gammal fólki til umhugsunar lifnaðarhættina og hvað muni gerast við okkur, unga fólkið. Ég hef alltaf upplifað þetta sem svona trikks á gamla fólkinu til þess að íta vandamál og trikka. Þetta er trikk vandamál. Já, þú með ég fikk að leysa. Og rosa gaman að unga fólki hafi svo mikið áhuga á þessu, því að það leysir það. Ég hef upplifað þetta frekar þannig. Já. Hvað segir þið þetta með að við trúum engum nema einhverju sem er algjörlega hrein? Þetta er náttúrulega á mörkunum þess sem við erum að tala núna og svo náttúrulega þetta tengist þetta svona kannski umræðin útilokunarkultúrinn og allt það. Ég trúi líka að þú veist, til dæmis með Greta Thunberg að stór ástæða fyrir af hverju hún var með svo rosalega mikið af athygli eftir sér var, þú veist, sagan hennar á bakvið hreyfingarnar og þú veist, eins og hvernig hún ákvað bara að fara úr skólanum sínum og bara mótmæla loftslagsmálum og ég held að bara og ég held að fólk sér alveg í því, hún er með svona sterkar hugmyndir þetta og hún er svo ung og eitthvað annað. Hvað segir þú Ástþór? Mér finnst það áhugaverð pæling, sko, trúum engum nema hann hafi þennan 100% hreinleika eða svoleiðis eins og rætt hér og ef við bara kannski tölum þetta aðeins akkurat og svo að tala með fyrirmyndirnar áðan. Ég get yfirfært þetta aðeins yfir á bara mitt starf sem þjálfari innan íþróttahreyfingarinnar. Það er alltaf þessi íþróttafyrirmynd sko, fyrir börn og ungmenni, hann hreyfir sig alla daga, borðar aldrei nammi, sefur alveg nær 100% svefni, borðar holt og neytir aldrei áfengis, bara fullkomin mannvera. En maður svo hefur aðeins spunnið svona umræða á seinni árum þetta, er þetta raunhæft? Er þetta raunhæf fyrirmynd? Er einhver manneski sem er svona? Mér finnst það kannski bara áhugaður póll í þetta út af því að ég held að sé rétt eins og það er að benda á mig Greta Thunberg í þessu dæmi að hún kannski fer þessar óhefnuðlegir einmitt sigla heiminn til þess að fá ekki á sig þennan sko þetta vafa það hvort hún sé nógu hreinleg í þessari umræðu þess áttar. En er nokkur manneskja nógu hreinleg sko, hvað er raunhæf fyrirmynd í þessu málum til dæmis? Hvað er raunhæf fyrirmynd í umhverfismálum? Það er náttúrulega eitt í þessu við lifum, ef við tölum svona sósíalisma, að þá lifum við náttúrulega í kapítalísku samfélagi og í því felst alls konar. Það er enginn sem getur sko sloppið hreinn út úr því. Nei, en ok, eins og COP26 viðburðurinn þar sem að helstu ríki heimsins mæta saman til að ræða loftslagsmálin og hvað skuli gera. Er ekki svolítið skrítið að
hvert og einasta land sem mætir komi á sinni eigin einkaþotu sem þá 26 flugvélar sem koma til eins lands til að 400 eitthvað? Já. Sem voru taldar? Ok, það er enda verra sem, mér finnst það vera svona, það sýnir hversu mikið. Þú getur sleppt þessu, en inn í samfélaginu sem við lifum í, að þá ertu dæmd til þess alltaf að gera eitthvað sem að stæðist ekki skoðun ef að samfélagið væri perfekt. Já. Þú veist, þetta að lifa innan þversagna kapitalismus. Já, einmitt. Herðu, en talandi þetta, ég ætla aðeins að Alli, það þú ert 16 og Greta orðin 18 ára, en hún var segjum þetta sé hlutverk, að við höfum til í að hlusta á og bara fólk vill að sannleikurinn sé sagður af einhverju sem hreinn og kemur fram og talar yfir á hausamótunum á stjórnvöldum og segir afhjúpar nýju fötinu þeirra og segir bara þetta bara bla bla bla, þú ert ekki niður fötum. En Greta er ung kona og var stúlka. Mundi einhver hlusta á þig, Alli, sem dreng? Er ekki drengir búin að missa raunverulega svona hreinleikann? Er ekki ungi 16 ára drengir bara hættulegt fyrirbrigði í okkar kúltúr? Það er bara mjög góð spurning. Ég gæti alveg trúa því ef að það verður sannleikurinn, en ég hef raunverulega ekkert mikið spáð í það sjálfur. En kannski ég veit ekki hvernig maður á að svara þessu sjálfur. Það er svona segjum að samfélagi væri boðið upp á 14 ára eða 16 ára, segjum bara 16 ára strák, að hann ætti að segja eitthvað satt væri ekki raunverulega sem að samfélagi var að biðja væri einhvern veginn að bara biðjast afsökunar á búningaherbyggja menningunni og klámáorfinu og öllu þessu. Það er ég sé ekki alveg fyrir mér að við erum að setja nýja keisarans í dag að við myndum nota strák í hlutverki. Ég held að við myndum nota stelpu. Ég held að Þunberg geti alveg verið strákur, Að Greta geti verið strákur? Næsti Greta Thunberg, sem sagt, af því að hún er kannski orðin gömul, vorum að tala um að þetta að fá nýtt barn til þess að vera andlit þessar hreyfingar. Já, þegar hún er orðin gömul og verður henni. Já, einmitt, eins og þú ert búin að tala um. En ég skil ekki akkur að þetta ekki geti verið strákur, Ef það er strákur sem hefur áhuga á loftslagsmálum og trúir því að við getum breytt þessu, að þá held ég að ofsaklámhorfið og hægðanavandinn sé kannski ekki alveg eitthvað sem myndum vera að pæla í því samhengi. Að drengur geti komið fram og sagt sannleikann og verið merki hreinleika. Já, en er hún kannski líka svona ekstra hrein af því að hún er greind með einhverfu og einhverjir krakkar eða einhverjir börn, þau eru oft með svona eitt af einkennunum er að vera með eitthvað ofsalega áhuga á okkur í einu. Eins og margt afreksfólk bara. Já, einmitt. En þetta er afrekið hennar, það er að hafa hann ofsa áhuga á loftslagsmálum og ég bara held að strákur geti alveg fyllt í þetta hlutverk. Hvað segir þú Ásvald? Sem lengst? Hvað segir þið, kláraði afsakið? Ég segi bara því að þú hefur lengstu reynslun okkar að þið vera strákur í dag. Já, spurningin er hvort að ungur, eins og ég las þetta frá, hvort að ungur hvítur forréttindakall geti komið fram á sjónarsviði núna sem, til dæmis fyrir Greta Thunberg vegna synda feðranna og hvað við erum upp til hópa ef það til að vera mikið kvikindi. Í stuttum máli þá held ég bara svarið sé já, það er alveg hægt og við sjáum það bara á fullt af áhrifafólki, alveg ungum karlmönnum í dag í bland við aðra. Ég sjálfur, maður hefur oft, ég hef staldrað við og spurt mér stundum að þessari spurningu, Ég hef gefið kost á mér ýmsum opinberum vettvangum, stjórnmálum, íþróttahreyfingarna, verkalýðsmálum og maður stundum spyr sig, er ég að hætta mér út í eitthvað, Er gott að ég sé að fara í þetta akkurat út af þessum vangaveltum sem að þú komst með þarna.
stuttasvarið í raun og veru já, ég sé ekki að það sé mikið að hamla mér hvað syndir, eins og syndir feðranna eru sko í þessu, hvað forfeður mínir upp til hópa og enn þann dag í dag eiga til að vera mikil svín. Ég held að sú umræða snúist meira bara það að samfélagið sko, að við sem samfélag öxlum ábyrgð á því að taka þessa eins og það við búningslega menningu og þá hegðun og eyða henni. Ég held að snúist ekki það að sko stoppa birtingamyndina þessum haldið á lofti eins og ungir kallmenn til dæmis. Ég held alls ekki að það hamla ungum mönnum. En heldur þetta ekki svona vantraust á mönnum? Það gæti sagt eins og Ástþór, hann alltaf að sækjast eftir því að komast í stjórnir í íþróttafélögum og í pólitík og eitthvað víða. Hann auðvitað orðið fyrir eitthvað svona áfalli þegar hann var yngri og hann reyna að fylla það tóm inn í sér með einhverju að geta drottnað yfir öðru fólki og öðru slíku. Það er svona hugmyndir það sem að við berum vara af náungum okkar eru rosalega algengar í samfélaginu og beinast náttúrulega mest að þér, ungum, hvítum, forréttindakalli. Þetta alveg sko. Hvernig þú lítur á þetta með að við séum að bæla eitthvað og reyna að fylla upp í eitthvað sem ég held að raunveruleikinn sé ekki alveg. Þetta sé ekki algengt í samfélaginu? Ekki alveg þannig, en Ástþór, þú ætlaðir að segja eitthvað, ég ætla ekki. Já, ég ætla að segja að þú ert þarna mjög mikið svona enduróma alveg sko, og maður heyrir að sjálfsögðu að gagnrýni saddir hann bara einhver flokkaflakkari og þetta gekk ekki upp, þá voru næsta og þú veist, að sjálfsögðu verða alltaf þessar raddir. En ég alltaf álít fyrir minn, ég veit ekki hvort maður á að segja opinbera feril eða eitthvað, ég veit ekki hvernig maður á að koma í orð. Ég álít ekki að það svona gagnrýnisraddir endilega hamli mér eða stöðvi mig eða efasemdir fólks. Það mun alltaf vera efasemda fólk, sjálfsögðu. En ég sagði Ástþór að mamma þín í stjórn ungmennasambandsins, eða hvað heitir það, Ungmennafélag Íslands? Já. Pabbi þinn er í stjórn verkalýðsfélags. Þú bara með þetta í einhvern veginn í uppeldinu að taka þátt í svona félagsstarfi. Já, og amma var í bæjarpólitík í Mýrdalshreppi og þannig að, já, þetta kannski, að sjálfsögðu þetta mikið uppeldi, þú veist, sem að veldur því að maður dregst inn í þetta. Það bara, börnin læra það sem fyrir þeim haft. En ég samt einhvern veginn sé ekki hvað það eins og í uppeldi mínu sem á að hafa sko, þessu aldrei ítt að mér. Þetta bara kom einhvern veginn. Að sjálfsögðu heyrði maður eldhúsborðs umræðurnar við eldhúsborði heima og sá hvað mamma og pabbi voru að vasast í og svona, þannig að maður óhjákvæmilega, ég veit ekki, ég get ekki svaraði hvað það sem að endilega gera þetta. Við sjáum bara önnur dæmi þetta, það fullt af mikið af þingmönnum sem að eiga afa sem voru þingmenn og jafnvel feður og forfeður sem voru þingmenn. Við sjáum þetta líka innan verkefnishreyfinga, íþróttahreyfinga. Þetta eins og ég segi, ég held að mig bara svolítið súmerið upp í börnin læra það sem fyrir þeim haft. Já, þetta mjög algengt í tónlist og í leiklist og fleiru og í ritlist. Ekki báðar dætur eða tværa dætur Einars Kárasonar með bækur svona? Já, foreldrar eru náttúrulega nánasti svona áhrifavaldi barna og svo er það skólinn sem svona nánasti umhverfis áhrifavaldi barna. Þannig að það talað pólitík eldhúsborðið heima þér? Nei, ég vissi að pabbi minn hafði kosið Sjálfstæðisflokkinn eitt svo lítil og mamma mín var brjáluð. Og síðan var ekki rætt pólitík á heimilinu? Nei, mamma mín og pabbi skildu þegar ég var lítil þannig að það hefur alltaf verið í sikur lagi en aldrei rætt eitthvað sérstaklega pólitík. Þetta kannski áhugin minn á þessu kom kannski meira í grunnskóla eða eitthvað svona þegar til dæmis í íþróttatíma einhvern tímann þá kom þetta í kennarinn á klæðina einna stelpu, hún var í svona bara í svona hlýraboll og af því að hún var mjög bráðþroska og hún var með stór brjóst og það sást í skoru af brjóstunum hennars að hún var íþrótt undir og kennarinn sagði að þetta væri óviðeigandi klæðnaður þannig að í tímanum eftir það þá mættum við allar í íþróttatopp. Uppreisn. Það var svona, já. Eitthvað uppreisn. Já, smá, en já, annars ekki verið mjög pólitískt svona umhverfi í kringum mig. Má ég koma með leiðilega spurningu núna? Af því að við vorum að tala Grétu og svona. Ó, nei. Sem alltaf leiðilegt í svona þáttum þegar maður fær svona óundirbúna spurningu sem geti nefnt einhverja svona góða fyrirmyndir sem þið hafið haft í lífinu?
bara almennar fyrirmyndir. Má vera bara hvað sem sko. Vá, já, kannski bara, þjálfararnir mínir í körfubolta. Þeir, ég veit ekki alveg, en bara, þeir hafa eitthvað neginn, ég veit ekki. Það var kennari sem ég hafði í 11 og 12 ára bekk sem var svona sterkasta fyrirmynd minn svona utan fjölskyldunar. Hvað aldrei þú að tala Já, 10 til 13 ára kannski. En það reyndar ein starffræðikennari minn í grunnskóla. Hún var mjög góð fyrirmynd og kenndi okkur skemmtilega hluti, og þegar vorum að útskrifast þá var hún með motto sem við máttum aldrei að gleyma. Það var skammstöfunin KISS. Keep it simple, stupid. Það var svona... Gammalt frasi úr aðsáttökunum. Já, einmitt. Frábær. Það þið strákar, fyrirmyndir? Já, ég nú sjálfur ekkert með hennar sérstakar fyrirmyndir. Nema kannski bara, þú til foreldrar með á... Það má ekki. Það má ekki nefna mömmu. Það má aldrei nefna mömmu. Það ekki með neitt sérstakt, sko. Þetta líka leiðileg spurning. Ástór, má ég samt pröfa hana á þér? Já, þú nefnir svona foreldra og fjölskyldu fyrirmyndi, það er svona í seinni tíð hjá mér þar sem ég í raun og veru að fer svona virkilega áttar á því þegar ég mitt fer að færast inn á íþróttahreyfinguna og verkalýðsmálin og pólitíkina svona áttar með sennilega hafa foreldrar mínir verið merkilega mikil fyrirmynd ómeðvitað. Það ein fyrirmynd sem stendur svona upp úr hjá mér, og það gamall frjálsíþróttaþjálfari og íþróttakennari sem ég var með í grunnskóla, ég veit sem í 8., 9. bekk. Og þetta mér finnst svolítið gaman að spá í þessu út þegar við vorum að ræða á það með fyrirmynda. Það snýst ekkert endilega afrekið þeirra, hvað þau segja að gera. Ég hef haft marga þjálfara sem eru með í raun og veru miklu betri ferilskrá og eru faktískt miklu betri þjálfarar. En þessi ákveðni þjálfari og aðili, hann kom svo vel frá sér. Hann náði til mín, og þegar upp staðið þá stór hluti ástæða þess að ég leita áfram að þessari braut, fer út í þjálfun sjálfur og inn í íþróttahreyfinguna, ekki síður fyrir þennan gamla þjálfara sem ég hafði, sem var kannski ekkert spes þjálfari, en kom því vel frá sér til mín. Það ekkert síður fyrir hann heldur en uppeldið, til dæmis. Já. Herðu, en ég upphafði held ég að vera að reyna að koma talinu yfir á COVID, en einhvern veginn náði Ísabella að slaufa okkur yfir í fermingar. En og loftslagsmál. Hvað segir þið COVID? Bara flott, lærdómsríkt-ferli. Við höfum mjög gott af þessu sem bara manneskjur, mannkynið þurfti... Þú bara í team COVID? Eiginlega, af því að það var bara rosalega mikil vitundavakning út af þessu. Fólk þurfti að byrja að vera meira með sjálfu sér, vera eitt, sem gott fyrir hvern og einn. En svo svona núna með þessar takmarkanir sem að koma aftur, ég veit ekki, erum við ekki svolítið komin yfir þetta? Ég trúi ekki að COVID sé samfélagsleg áhætta, hættuleg. Þú ert bara í Áslaugarna, tím Áslaugarna, bara burtu með allar takmarkanir. Það má alveg, sko. COVID ekki alveg pólitískt mál, sko. Já, mér bara held ég alveg sama. Mér finnst leiðilegt fyrir til dæmis menntaskólakrakka að fá ekki að fara á böll eða eitthvað, en mega þau ekki sem fara á böll. Ekki bara 500 mann takmarkanir? 500 manns. Það hljótaði. Það má vera meira ef það tekin hvað heitir þetta? COVID, já, hraðpróf fyrir. Já, þá þetta bara flott. Það þetta bara vesen, en ekki... Menntaskólakrakkarnir, ef þau fá að halda bölli sín, þá held ég að hlutinni verði í lagi. Sóttvarnalæknir og fleiri læknar, þeir segja að þessar takmarkanir séu bara ekki nóg. Þannig að þær muni ekki duga og það muni þurfa að grípa til harðara aðgerða. Já, því fólk muni ennþá fara á barinn og fá sér bjór, en það samt núna mun loka 11 eða eitthvað. 11. Við býnir í bæ, þetta tölvbreyting á svona bæjarlífinu. Já. Þegar fyllir ég fyrr, það alveg rosa slítið. Já, það búið að vera mjög, það sem var svona leiðilegt þegar allt var lokað var þetta að kíkja niður í bæ, fara út að borða, kíkja bjór með einhverjum, var svona að missa svona touchið við mjög marga og við svona fólk sem ég myndi ekkert persónulega eitthvað heyra í, en af því að við fórum alltaf á sama staðinn að þá svona hitti ég það reglulega, þá getur maður spjalla svona annarslega.
það svona það sem að misti einhvern veginn í COVID og líka bara áhugan á að fara niður í bæ, fór svolítið að því ég var bara eitthvað, nei, akkur ætti ég að fara, ég vil ekki vera að setja sjálf með ykkur á hættu. Er það ekki eitt af því sem að COVID afhjúpaði að svona, svona casual samskipti við fólk sem við þekkjum ekkert svo mikið, að þau skipta okkur bara rosalega miklu máli. Af því að það var eiginlega það sem að strókaðist út. Við fengum overdose af samskiptum við þá sem að standa okkur næst, sem við búum með. En svona þessi svona tilvílunarkenndu samskipti við svona fólk sem að við kannski þekkjum ekki neitt, að það var það sem að hvarf og það skildi okkur eftir svolítið svona, hvað ég segja, svona ófullnægð og hungrið. Já, en svo líka þegar við erum búin að vera svo lengi ekki að spjalla við þessa ókunna svona kunningja að þá einhvern veginn eru líka búin að missa áhugan á því að tala við að ég finna þarna fyrir því að þegar ég kíki niður í bæ núna og ég hitti eitthvað fólk sem ég þekki ekki það vel, mér langar ekki að smáltaka við þig lengur, ég er bara eitthvað, þú veist, já. Hvað segir þið strákar? Er þið í tím COVID? Verður þið ánægð með þennan tíma? Ég sjálfur, allavega, mér líður eins og þetta er bara búið að vera í gangi allt of lengi. Við höfum átt að taka miklu róttækari ákvarðanir snemma. Þetta ætti ekki að þurfa, þú veist, við höfum ekki átt að þurfa að díla við þetta alveg í, næstu í 2 ár núna, eða ekki? Og hvað áttu að gera? Sannlega, ég veit það ekki sjálfur, en mér finnst bara, þú veist, þetta ekki vera nákvæmlega besta aðferðin sem við höfum getað tekið. Hlýtur að vera einhver miklu betri aðferð sem við getum tekið heldur þetta. Þetta er svolítið fram og tilbaka, svona. Það er alltaf verið að kynna eitthvað og bæta við og draga í land og kynna. Þetta er svo búss á flugmóðurskipinu. Við erum búin að vinna COVID, það er bara eitthvað tvisvar eða þrisvar, sko. Svo bara korteri seinna þá er þetta bara svæla. Ég held að við hefum alveg mátt pröfa þessu ástralska aðferð að loka öllu bara í 2 vikur. Já, ég veit það, en svona fyrir sumarið, þú veist, loka öllu í 2 vikur til að reyna að allt verði svona hreint, ergilega, enginn sem er COVID og svo hafa bara innanlandsferðir og Nýsjálendingar fengu sko einhverja 400 daga með engum takmörkunum. Það meina Íslendingar fengu bara 20. Þannig að þeirra aðferð skilaði sko líf þeirra undan fyrir 2 ára búið að vera miklu betra. Þó svo að þetta dugi ekki til endalaust. Þau eru líka svo fjölmenn þjóð, þannig að það virkar fyrir þau. Ég held að Íslendingar þurfum við ekki á útlendingunum alltaf, þurfum við ekki túristina til að koma til að kaupa matinn á veitingastöðunum og eitthvað svona. Ekki verið hagkerfið, sko, vegna þess að Íslendingar fara líka erlendis. Og Íslendingar eyða miklu erlendis. Þannig að efnahagslega áfallið, það er nú eitt af því sem er komið í ljós. Það skilum við Sóvaka benti á þetta fyrirfram. Að efnahagslega áfallið af því að missa túrismann, hann kannski meir en helmingurinn af því bættist með að Íslendingar ferðist ekki á móti. Já, einmitt. En hvað segir þú, Ástþór? Ert þú fylgjandi COVID? Sko, þetta er nú svo sem erfitt fyrir mig endilega að svara því að áramótin 2019-20 þá hætti ég í þægilegri millistjórnundavinnu og fór að vinna í fullri vinnu sem verktaki við áhugamálið mitt. 3 mánuðum seinna kemur COVID og slúttar öllu íþróttastarfi og það voru ekki skemmtilegi tímar. Þannig að ég get ekki sagt þessi aðdáandi þess. En sko ef við hugsum út í takmarkinu og svoleiðis og ég biðst afsökunar að taka svona mikið dæmi íþróttir og svona en mann er bara eðlilega leitar til þess að taka dæmi og viðlíkingar úr því sem maður þekkir. Ég horfa á þessar COVID og COVID-takmarkinu, við langar svolítið að líka sig við sko íþróttameðsli. Að sko þú tognar í vöðva eða þá það kemur upp rosalegt COVID-ástandi eins og er hérna. Eðlilega skrefið að gera eitthvað ráðstafanir í eitthvað 2-3 vikur, taka eitthvað takmarkanir eða þá í tilfelli íþróttameðsluna að hvíla sig. En er ekki alltaf eðlilega og þú veist eftir það getur þú kannski farið af stað aftur en svo ertu aftur komin í sömu stöðu. Þú þarft að stoppa og í meiðslatilfellinu hvíla þig, COVID-tilfellinu setja takmarkan. Er ekki eðlilega að ráðast á rótum og spyrja sig af hverju þetta alltaf að gerast? Af hverju eru alltaf að lenda á þessum stað? Í tilfelli íþróttuna þá myndi náttúrulega breyta kannski æfingaráðleginu og taka fyrirbyggjandi æfingar og þess aftar. Í tilfelli COVID er kannski að spyrja sig af hverju eru við ekki betri í stakk búin til þess að takast á þetta? Er kannski þörf á því að bæta við gjörgæslurýmum á Landspítalanum?
þörf á, skiljiði mig, mér finnst það allt og mikið bara svona reaktori, við erum alltaf bara að bregðast við í staðinn fyrir að ráðast að rótunum af hverju við erum alltaf komin á þennan stað. Það stjórnvöld hafa svolítið hegðað sér eins og þau eru alltaf að lýsa yfir sigri, sko. Stjórnvöld hafa eiginlega gert þetta svona, þetta er eins og hryllingsmyndunum, það heldur alltaf að aliens dauður, eða dauð, svo allt í einu sprettur upp aftur, svo aftur. Að sömuleyti þetta búið að vera eins og hryllingsmynd, sko. Frekar heldur svona gleðileikur eða það er alltaf að berjast einhvern skrýmsli sem að við höldum alltaf sér dautt en heldur svo alltaf áfram. Og þannig það náttúrulega. En varðandi það að sleppa öllu lausu að það voru einhverjar vangaveltur um þetta. Og þá kom sóttvarnalæknir og var að segja að það eru 2% sem að fara á spítala, af þeim fara svona margir inn á kjörgæslu og af þeim fara svona margir sem deyja. Og ég pröfaði að setja þetta bara yfir á alla þjóðina, að þá er þetta 220 sem deyja. Já. Þannig að þetta er ennþá virkilega hætta, sko. Það er náttúrulega ekki alveg hægt að taka alla þjóðina því að náttúrulega einhverju hlutu hefur fengið COVID og er ólíklegt í þetta. Það er engin dæmi að einhverju hafi fengið COVID tvisvar eða það. Jú, það var hann í byrjun, en það var engin hætta á því að fá það í annað skipti því þá ertu líkamennið frekar vel undirbúin að takast á við veiruna. Það gerist við flensu, sko, þú getur fengið flensu bara eins og ári. Já, en það líka, það kemur alltaf nýtt afbrigði. Það er nefnilega hættan. Sem er náttúrulega vandamálið með COVID, að það er alltaf koma nýtt afbrigði. Þannig að þó svo að við séum með bólusetta þjóð, að þá er þetta skalinn. Að ef þessu bara sleppt lausu og látið bara gossa, að þá getum við verið að tala um kannski 200 manns sem að deyja. Og það er náttúrulega ákvörðun sem enginn getur tekið. Já, það er ef allir fá COVID á Íslandi að þá deyja 220 manns. En hversu margir deyja til dæmis úr lífstílsjúkdómum hverju ári? Þetta bætist alltaf ofan, sko. Svo á sama tíma er fólk að deyja úr lífstílsjúkdómum. Já, en ég held að fólki sem er að deyja lífstílsjúkdómum þeir sem eru þar, séu líklegri til að deyja úr COVID vegna þess að þau eru ekki lífstílinn þeirra er ekki nógu góður fyrir líkamann. Á þessu 200 þá myndu margir að deyja hvað sem er. Já, ég er að segja það. Og ég held að það mætti frekar fyrirbyggja mér fyndi að skrítið hvað við leggjum mikla áherslu á COVID af því að já, það er alveg margir sem deyja því en það eru miklu fleiri sem eru að díla við lífstílssjúkdóma vandamál og það er að verða aukningin á þeim vandamál er að vera tíðar og tíðari með hverju ári og já, eins og þannig við vorum að segja að rót vandans við þurfum kannski fleiri og stærri spítala og ef við tæklum ekki líka þennan lífstílsvanda sem er bara hár blóðþrýstingur, sykursýki 2, alls konar fitulyfjur, kæfisvefn vegna þess, kransæðasjúkdómar að þá, eftir 20 ár þá er þetta mjög alvarlegt vandamál ef við byggjum ekki fleiri herbyggi fyrir sjúklinga. En þá líka er ég að spá hvort að við þurfum ekki að fyrirbyggja ekki bara COVID, heldur líka aðra sjúkdóma sem láta okkur fara inn á spítalann. Og fleiri svona þríeyki í lífstílssjúkdómum, þríeyki í heimilisofbeldi. Lífstílssjúkdómar eru miklu alvarlegra vandamál heldur en COVID. Þríeyki í húsnæðisvandann. Það væri kannski flott. Kannski lærum við það að COVID að taka öðru í sáðu. Herðu, en við leysum ekki lífsgátuna hérna við rauðaborðið, en við svona veltum upp svona málefnum dagsins og tölum það. Okkur til ánægju og gleði, en vonandi hefur einhver gaman að því að hlusta á þetta. Ég þakka Ísabellu og Alla og Ástóri kærlega fyrir komuna og ykkur sem aðeins aldrei hérna við. Á morgun verður rauðaborðið á sama tíma. Takk fyrir. Og sjáumst þá. Takk fyrir.